Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það kæmi ekki á óvart að þegar málin verða gerð upp varðandi Grindavík. Að litið verði til laugardagsins 10. maí árið 2025 sem merkisdags, en þá fór fram fyrsti íþróttaviðburður í bænum frá því að íbúar þurftu að yfirgefa hann í nóvember 2023. Meistaraflokkur karla var að etja kappi við lið Fjölnismanna í Lengjudeildinni í knattspyrnu og má segja að miklu hafi verið til tjalda til að gera daginn sem eftirminnilegastan fyrir Grindvíkinga og gesti. Margt var í boði fyrir börnin, fólk gat gætt sér á grilluðum hamborgurum, bakkelsi og öðrum veitingum og til að tryggja að veðrið myndi leika við hvert sinn fingur var tónlistarmaðurinn Ingó Veðurgu fenginn á svæðið. Haukur Guðberg Einarsson formaður knattspyrnudeildar ungmennafélags Grindavíkur. Hann var hálfmeir þegar hann var tekinn tali fyrir leikinn og að sjálfsögðu fór viðtalið fram í Gula húsinu sem hefur verið samofið sögu knattspyrnudeildar Grindavíkur síðan húsið var reist af knattspyrnuforkólum árið 1986. Jú, hérna má segja að þetta byrjaði allt saman hjá okkur. Það ákveðin sál hérna inni, eða ekki? Já, hérna líður manni bara best. Hérna ólst maður bara upp. Já. Það bara þannig. Já. Og þú náttúrulega ert að feta í hérna fótsporin á, ég meina Jónas Þorvaldsson og annara. Er ekki dálítið gaman að vera með þennan titil? Jú, ég get nú ekki sagt að ég feti fótspor Jónasar, hann var stór afrek fyrir okkur Grindvíkinga sem að hún verður ekki hylla nú, aldrei. En ætli verði ekki bara minnst og því að Haukuminn fyrir þetta sem þið að gera hérna í dag, þetta ekki bara dálítið sérstakt og bara mjög flott, þetta ekki bara hálf bara snortinn? Ég það, Þetta rosalega tákgrænt, eða ekki, að vera að koma með liðið til Grindavíkur. Jú, þetta búið að vera rosalega barátta. Búið að vera mjög erfitt og það hefur alveg komið tími sem að við vorum bara bugast en við gáumst ekki upp og ég rosalega stoltur af mínu samfélagi. Ég stoltur Grindvíkingur. Allt það sem ég á í dag út af Grindavík. Þess vegna maður að bauka í þessu. Já, og eins og ég segi, þetta búið að vera rosalega þungur róður hjá okkur eða ekki, síðan að bara við þessa rýmingu fyrir, 1,5 ári. Jú, ég hef verið spurður að þessu viðtal áður og ég gat ekki svarað með lýsingarorðum hvernig þetta búið að vera. Nei. Ég held að ég eftir að melta það sjálfur og einhvern tímann, ég veit ekki hvernig það verður, en þá tökum við viðtal það. Og eigum í fyrra, heimaleikjunni spilaður, frábærlega gert hjá okkar bara vinum, víkingarnir, þeir bara skutu skjólshúsi yfir okkur, en það var erfitt að mynda stemningu, það ekki? Já, þú veist, það voru svo mörg félög sem að hjálpuðu okkur og maður svo þakklátur og víkingarnir, þú veist, þeir bara grip okkur í frjálsu falli og Halli sem var framkvæmdastjóri Víkings, hann hjálpaði með svo gríðarlega mikið og en allt, sko, það ekki tækt að tala nógu vel þessi lið og félög og allt þetta, en við vorum náttúrulega aldrei heima. Nei. Nú erum við komin heim og þetta gríðarlega stór dagur fyrir samfélagið. Bara fyrir samfélagið, eða ekki? Já, fyrir samfélagið. Já, og ég búinn að finna það eru margir búin að hafa samband við mig, Grindvíkingar, og þakka okkur fyrir hann að berjast í þessu. En segir mér hann og svo, ég meina veðrið algjörlega leikur hvert sinn fingur og spáin var ekkert spes. Nei. Það var þá ekki bara gott að fá Ingó Veðurgu. Hann var bara, þetta var bara skrifað í skýin. Já, hann samdi við Já, hann það ekki í laginu, hann ræður þessu. Og það bara mikið af börn búin að vera í hoppukastala og við ætlum ekki að hafa þetta svona fyrir hvern heimaleikurinn að mig. Nei, en þú veist, við gerum okkar besta bara til þess að reyna að hafa eins gaman fyrir hvern heimaleik. Hér verða grillaðir góðir hamborgarar og tekið vel á móti fólki og öllum þeir sem vilja koma hingað til okkar. Já, og auðvitað viltu sjá Grindvíkinga nýta þetta tækjafæri og koma og styðja liðið sitt og koma í gamla heimabæinn, kíkja á gamla
húsið sitt jafnvel. Já, það bara minn draumur. Það hægt að slá hérna nokkra flugur í einu höggi. Já, og ég ekki bara að gera þetta fyrir mig, ég að gera þetta fyrir Grindvíkinga og auðvitað vil ég sjá sem flesta. En ykkar svona markmið fyrir sumari var þetta liðið, kannski bara ekkert að pæla í því. Var bara að byrja og komast heim og sjá svo bara til. Já, þú veist, við erum einhvern veginn bara að lenda eftir langt og erfitt ferðalag og svo skulum við bara sjá til hvað gerist. Já, ok, og hvað, það heimaleikur í dag auðvitað á móti Fjölni. Já. Hvernig tilfinningin svona bara réttir í leik? Hún bara nokkuð góð, sko. Ég átt bara 2 hamborgara og drakk eina Pepsi á hann og mér leið mjög vel og ég bara góður, sko. Já, bara áfram Grindavík? Já, áfram Grindavík. Gunnlaugur Hreinsson hefur lengi verið á kafi í íþróttamálum Grindvíkinga. Hann gegndi formennsku hjá ungmennafélagi Grindavíkur til margra ára og síðasta vinnan hans var vallastjórn Stakkavíkurvallarins auk þess sem hann vann í íþróttamiðstöð Grindavíkur. Tilfinningarnar voru ekki langt frá því að bera Gunnlaug ofurliði. Ég hætti í janúar 23. 23? Já. Og þá var, þínum vinnuferli bara lokið eða eitthvað? Já, það var bara endir á vinnu og bara átti að taka við ævintýri. Já, og það svo sem byrjaði ævintýri en ekki það ævintýri sem við kannski óskuðum okkur? Nei, ekki alveg. Það fór á annan veg. Og hvar eru þú og þín fjölskylda? Hvar hafið þið komið ykkur fyrir? Nú bý ég í Hveragerði og hefur síðustu halva mánu verið að keyra hinga í Grindavík að koma vellinum í lag og nú maður bara með eiginlega tárin í augunum að sjá þetta allt saman koma þetta í gang. Já, það myndi segja mér, í hverju hefur þín vinna verið þá fólkin að undanförnu? Bara svona í smotteri að merkja völlin og koma línunum í lag og finna hvar völlun á að vera og ég þessu smáatriðum kringum sem þarf kringum fótboltavöll. Já. Slátturinn og það Helgi Dan og hans menn út á fólkvelli. Já, en svo höfum við verið að setja netin í mörkin og koma mörkunum og málingavélinn í lag og koma litlu sláttuvélinn í lag og svona þannig að tínist til og þarf að safna saman. Þetta var farið svona daldið vítt og breitt. Já, það ekki? Já. Væntanlega, svona, en hvað með alla vélandar? Það bara hrokkið í gang? Já, meira og minna. Já. Svona aðeins að lappa upp á þetta en lítur bara vel út. Já. Þannig að, vil ekki sumir meina að þetta sé dálítið bara táknrænt kannski. Nú bara fótboltaliðið komið til Grindavíkur og hvernig líst þér svona á framhaldið, á svona nánustu framtíð Grindavíkur? Ég ætla nú ekkert að fara að segja nánustu framtíð Grindavíkur, maður veit ekkert hvað það ber í skauti sér en þeir sem eru hérna í fótboltanum í dag að gera mjög jákvæða hluti og reyna að fá Grindvíkinga til að koma saman og hitta hvern annan sem frábært. Já. En völlurinn sjálfur, nú náttúrulega var ekkert leikið inn í fyrra og þetta var bara órækt og annað, en það bara búið að vera sláan og hann ekki bara í mjög góðu standi? Hann bara að vera í toppstandi. Toppstandi? Já. Og þetta var allavega á sínu tíma bara metin mjög góður grasvöllur. Já, mjög góður völlur. Og hún var svona haldið við svona semi í fyrra, hún var sleginn og það var reynt að bera þess á hann og svona halda honum við, þannig að hann ekki alveg órækt þegar við kemum tilbaka og það hefur bara tekist vel. Ok, og hvað Grindavík að fara að mæta Fjölni, hvernig tilfinningin fyrir leiknum sjálfum? Ég hef bara enga tilfinningu fyrir leiknum. Það aukaatriði kannski? Mér finnst það bara aukaatriði í dag. Það bara aðalega við séum að spila í Grindavík. Já, það aðalatriðið. Hjálmar Hallgrímsson var mikill íþróttamaður á sínum tíma, lékum tíma bæði knattspyrnu og körfuknattleik í efstu deildum með Grindavík. Hann keppti á landsmótum í júdó en í seinni tíð hefur hann snúið sér meira að golfi. Undanfarin ár hefur hann verið í broddi fylkingar í bæjarstjórnarmálum Grindvíkinga. Ég held að það hafi verið eitthvað 300 leikir. En spilaðir aldrei akkurat á þessum velli þá? Nei, ég spilaði aldrei á þessum velli. Við vorum hérna fyrir ofan, sem er æfingasvæði í dag, en ég náði aldrei að spila hérna fyrir framan
þessa stúku glæsilegu. En þú reyndi að spila hérna en þegar það var möl. Já, reyndar. Þá var bara möl hérna og bílarnir lögðu eiginlega það sem að við stöndum núna. Já, akkurat. Þannig að aðstæðan hefur aðeins batnað síðan þá. Já, svo lítið. Já. Erðu núna, ég vildi heyri þér að þú ert náttúrulega ert hérna bæjarstjórn Grindavíkur. Hvernig líður ekki rosalega vel með, er þetta ekki bara mikill gleðidagur? Já, þetta er bara frábær dagur og að vera að spila hérna heima eftir þetta langa tíma og sjá allt fólki sem komið hérna, allir að styðja bæði við liðið og bara stemninguna hérna í bænum. Nú bara sumarið framöndan og þetta er alveg ofboðslegt svona, það er von í brjósti fólks og gaman að hitta alla sveitunga sína hérna í dag. Já. Og hvað, ætlaði að tengja sig eitthvað? Nú er Ingo við ykkur hérna. Náði hann að semja við vinni sína uppi? Ég held að hljóta... Ekki sérstaklega? Nei, ég held að hljóta vera, en leikurinn átti að vera í gær og þá var nú aldeilis ekki. Þá var nú hríð og annað, en þetta er allt annað í dag og algjörlega frábært. Já, þetta er mikill gleðidagur. En bara, hvernig svona líst þér á bara framtíðina? Nú er náttúrulega sjóari síkáti framöndan, það er einhverja pælinga með eitthvað þá. Hvernig sérðu svona nánustu framtíð Grindavíkur? Ég held að við séum nú bara þeir sem að vilja geti farað svona að pjakka tilbaka, bara í rólegum skrefum. Það er rétt hjá þér, nú það næst, þá er sjóari síkáti, það er okkar stóra hátíð og ég ger ráð fyrir því að það verði, ef að veðrið verður gott, það verði stemning þá. Svo það tími bara aðeins að leiði ljósuna, hversu hratt þetta þróast. Já, og erum við ekki eitthvað að vona að það sé eitthvað að fara að breytast varðandi að bara fólk megi koma og fara svona ditt á húsunum og jafnvel að gista eins og svona, þannig að... Jú, það er svo sem alveg bara er í burðarliðnum samninga við Þórgöllu með svona skref tilbaka fyrir þá sem vilja. Já. Þannig að það er bara í góðum farvegi og maður er bara bjassinn einmitt fyrir sjóara síkat og bara það sem að... og sumarið allt. Já, og jafnvel bara fram til Grindavíkur, er ekki bara... Jú, málalinni og við förum bara að spyrna við. Jú, það er algjörlega svoleiðis. Við höfum alltaf verið á því að við komum tilbaka. Hins vegar verður náttúrulega bara að taka mið af aðstæðum og svona og ef það reynist rétt að, eins og Magnús Tumi segir, að þessu sé sennilega lokið í bili að þá er það bara frábært. En við þurfum alltaf að standa vörð það að við búum í þessu landi og við þurfum bara að fylgjast með. En það er hvergi betra að vera í þessu samfélagi sem Grindavík er. Það þekkjum við. En sem leikur núna eftir, hefur einhverja tilfinningu fyrir honum? Grindavík Fjölnir? Hvernig? Nei, ég hef nú ekki nefnum tilfinningu. Ég er náttúrulega eðlilega að vona að mínir menn vinni og við séum að gefa svolítið statement að það verði erfitt að koma til Grindavík eins og þegar ég var að spila. Sjálfur leikurinn var hinn fjörugasti. Grindavík fekk ekki beint draumabyrjun því Fjölnismenn komust yfir eftir nokkrar sekundur en Grindavík jafnaði og komst svo yfir í seinni hálfleik og voru orðnir einum fleiri. Fjölnismönnum tókst að jafna þegar komið var á 7. mínútu í uppbótartíma. Við endum innslagið á nokkrum tónum Ingós Veðurguðs og Bjössa Sax. Grík út, því aldrei hafa hestaskruppi allir með á Grindavík og nú stilla þeir upp og þeir æða af stað. En það er engin leið að reyna að hindra það á Grindavík stúka og þeir skora takk þeir þora og skora þeir skora á ný ok, það er smá ketti komin heim finn ég þig sem fann höndum tveir ég komin heim já, ég komin